Stjórn Byggðastofnunar hafnaði í dag kauptilboði Lotnu í Eyrarodda á Flateyri. Eigendur Lotnu segja kaupsamning þegar undirritaðan. Stjórn Byggðastofnunar hafnaði í dag kauptilboði Lotnu, fiskvinnslufyrirtækisins á Flateyri í Eyrarodda. Ástæðan er sögð viðskiptasaga eigenda Lotnu. Byggðastofnun hefur enga síður undirritað samning kaupin. Jónas Margeir Ingólfsson segir frá. Þegar Eyraroddi var úrskurðaður gjaldþrota, keypti Lotna flestar eignir þrotabúsins. Þeir hafa nú hafið fiskvinnslu á Flateyri á ný og ráðið 31 starfsmann. Bæjaryfirvöld fögnuðu þessu nýja fyrirtæki en mikil óvissa ríkti framtíð þorpsins þegar Eyraroddi fór á hausinn. Stærsti kröfuhafi Eyrarodda er Byggðastofnun en Lotna tók yfir 130 milljón króna lán Eyrarodda í janúar. Stjórn Byggðastofnunar hefur nú ákveðið að heimila ekki skuldaraskiptin og segir ástæðuna vera viðskiptasögu eigenda Lotnu. Í samtali við Fréttastofu segir Anna Kristín Gunnarsdóttir, stjórnarformaður Byggðastofnunar, ákvörðun stjórnarinnar ábyrga en nú verði leitað að nýjum rekstraraðilum. Þá fullyrðir hún að Byggðastofnun hafi ekki undirritað neina samninga við Lotnu kaupin. Fréttastofa hefur engu að síður undir höndum samning skuldaraskiptin sem Byggðastofnun hefur nú þegar undirritað. Samningurinn kveður á að veðhafar Eyrarodda samþykki yfirtöku Lotnu á eignum og skuldum Eyrarodda. Sigurður Aðalsteinsson, einn stjórnenda Lotnu, segist því ekki átta sig á því hvaða þýðingu ákvörðun Byggðastofnunar hefur fyrir fyrirtækið. Það liggur fyrir samþykki allra veðhafa, meðal annars Byggðastofnunar, að við yfirtökum lán Byggðastofnunar sem að þeir eiga með veð í fasteignum á Flateyri. Byggðastofnun hefur hafnað kauptilboði Lotnu EHF í Eyrarodda og Flateyri. Ástæðan er viðskiptasaga eigenda Lotnu. Formaður íbúasamtaka Önundarfjarðar segist furðulostin, þingmenn hafi sagt málið í höfn. Ekkert verður af kaupum Lotnu EHF og fiskvinnslunni Eyrarodda á Flateyri. Byggðastofnun hafnaði tilboði fyrirtækisins sem nú verður auglýst til sölu. Formaður íbúasamtaka Önundarfjarðar furðar sig á vinnubrögðum skiptastjóra og Byggðastofnunar. Byggðastofnun er stærsti kröfuhafinn í þrotabú Eyrarodda sem varð gjaldþrota í haust. Lotna EHF gerði kauptilboð í allar eignir þrotabúsins og liður í því tilboði var yfirtaka á láni hjá Byggðastofnun. Stjórn Byggðastofnunar kom saman í morgun þar sem kauptilboðið var rætt. Niðurstaða stjórnarinnar var svo að hafna tilboðinu. Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri Byggðastofnunar, sagði í samtali við Fréttastofu að í raun hafi ákvörðunin legið fyrir nokkru. Sagði hann að eftir að starfsmenn Byggðastofnunar fóru yfir viðskiptasögu eigenda Lotnu hafi verið ákveðið að ganga ekki til samninga við þá. Engu skipti, sagði hann, þótt skipt hafi verið stjórnendur í fyrirtækinu fyrir viku. Lotna hóf vinnslu á Flateyri í gær. Aðalsteinn gat ekki útskýrt hvers vegna fyrirtækinu var veitt heimild til vinslunar og vísaði á skiptastjóra þrotabúsins Friðbjörn E. Garðarsson lögmann. Ekki náðust í Friðbjörn í dag en hann kuð vera stattur utan símasambands. Auðvitað er þetta náttúrulega í höndum skiptaráðanda að ráðstafa þessum eignum og hann er búinn að afhenda þarna mönnum lyklavöld og það eru komin skip og menn að flytja sig vestur og svo kemur þessi undarlega ákvörðun í kjölfari frá Byggðastofnun eða stjórn Byggðastofnunar það að þeir samþykkið þetta ekki. Fyrir 3 vikum síðan komu þingmenn til fundar við Flateyringa sem að tjáðu okkur því að þetta veri allt í höfn í Byggðastofnun. Þetta veri bara formsatriði eitt að ganga frá þessu. Fólk á Flateyri er náttúrulega alveg óskaplega slegið yfir því að þessum fréttum sko. Því að glöddumst yfir því hvað þetta gekk ætlaði alltaf ganga fljótt og hratt fyrir sig og svo koma fregnir og misjafna sögur og svo þetta núna í ofan í kaupið það hryggir okkur alveg óskaplega.